Við ætlum að setja okkur í samband við Rangárþing eystra og þar Árný Lára. Hún á línunni, komdu sæl. Sæl. Hvað segir þú í dag? Bara gott. Það ekki? Jú. Nú blúsandi heilsuvika í gangi hérna hjá okkur. Nú alveg allir bara út á suður hlaupandi upp kvippin og kvappin og ég veit ekki hvað og hvað. Glæsilegt. Og hvað þið með í boði núna þessa vikuna? Við erum búin að vera með sundleikfimi og zumba og gönguferðir og fitu og ummálsmælingar og fyrirlestra og ég veit ekki hvað og hvað. Já. En framundan sem sagt núna eftir 5:30 gönguferð Hvolsfjall. Já, glæsilegt. Fjallið okkar stóra. Já. Og það allar hún Katrín Óskarsdóttir sem fædd og uppalin í sveitafélaginu að leiða gönguna og fara svona yfir, það voru gamlir bæir þarna við og svona og þetta svona hálfgerð söguganga. Það verður mjög skemmtilegt held ég. Já, þeir eru með frítt í sund og frítt í líkamsrækt, það ekki? Frítt í sund og frítt í líkamsrækt og tilboð á árskorti í sund og líkamsrækt. Fyrir þetta þú getur keypt á bara 39.000 bæði kortin árskort. Já. Held að sé nú bara ansi fínt tilboð. Það alveg þokkalegasta tilboð, myndi ég segja. Já, ég held það nefnilega, þetta er mjög góð aðstöðu. Þetta gildir hvað, fram á sunnudagana? Tilboð gildir fram á sunnudag, já. Þannig að það að gera að nýta sér þetta og þeir náttúrulega eru með glæsilega aðstöðu þarna til þess að stunda góða líkamsrækt og göngustíga og ýmislegt fleira. Algjörlega, við erum með heilsustíg sem var settur upp 2011 sem er mjög góður, 15 stöðvar sem þú getur stoppað við og gert æfingar og svo erum við náttúrulega með nýja líkamsrækt, hún er áskömmul og alveg mjög flott aðstæða þar. Þannig að það engin svikin að við stunda íþróttir í sveitafélaginu. Nei, það alveg á hreinu. Segðu mér, Árný, hvernig heppnaðist kjötsúpuhátíðin? Hún bara heppnaðist dásamlega, stórkostlega. Ég eiginlega þekki ekki nógu bara sterk lýsingur að þetta var svo frábært. Já. Þetta tókst alveg svakalega vel. Við fengum bara rosalega gott veður á föstudagskvöldi þegar að súpuröltið var. Já. Og það var boðið upp á súpu á 8 stöðum í sveitafélaginu. Og margir á röltinu? Mjög margir á röltinu og ég hugsaði að það hafi verið svona 400-500 mann sem hafi verið að sponsora. Já, frábært. Þannig að það er bara mjög flott. Það er ákveðin stemning sem brýst út með því. Algjörlega og fólk var bara ekkert að vilja fara heim. Fólk var bara að rölda þorpi þó svo að súpan væri búin og búið að loka og svona á súpustöðum. Bara allir voru í svo miklu stuði. Það er þetta með þetta blessaða veður. Það spilar stóran part í þessu. Ef að veður er gott þá er margt mannin úti. Einmitt. Og þið líka afhenduð þarna umhverfisverðlaun? Við afhendum umhverfisverðlaun til 3 aðila. Við afhendum fyrir Fegurstagarðinn í sveitafélaginu og þar fengu hjón sem hafa búið í 60 ár. Og það að rækta garðið sinn í 50 ár af þessum 60, þannig að þetta hefur vel að því komin. Já. Og svo var snyrstilegasta fyrirtæki, það var Hótel Fljótshlíð sem er við bæinn Smáratún. Já. Og svo var Skarðshlíð 1 í undir Eyjafjöllum, það var snyrstilegasta lögbýlið í sveitafélaginu. Þetta er glæsilegt og hefur einfallega hvetjandi áhrif á fólk. Mjög svo veittum við náttúrulega líka skreytingaverðlaun fyrir kjötsúpuskreytingar. Já. Af því það var mjög mikil spenna í þorpinu sérstaklega fyrir hátíð, Og voru íbúar duglegir að taka þátt í skreytingum? Mjög svo, það hefur bara aldrei verið skreytins mikið. Já. Og það var fundarhöld í skjóli nætur og menn að vinna að leyniverkefnum á verkstæðum og ég veit ekki hvað. Já, taka þetta svolítið alvöru. Þetta var alvöru, að hátíð, já. Fullorðins, eins og ykkur sagði? Já, einmitt. Það má segja það. Já, nákvæmlega. Þetta var mjög skemmtilegt. September, hann er kominn og hefur þú fengið einhverja tölur ferðamannastrauminn í sumar? Nei, ég hef ekki fengið tölur, en fólk virðist vera hafa misjafnt það að segja. Ég talaði við Seljalandsfoss sem eru með seljaveitingar. Og þau eru alveg á því að það hefur verið miklu fleiri núna í ár heldur en hafa verið áður. Já. En í upplýsingamiðstöðinni finnst honum að hann hafi fengið að færra fólk til sín. Þannig að það verður gaman að sjá svona einhverjar heildartölur þegar þær koma. Já. Ég alveg 100% viss að það hefur orðið eitthvað fjölgun. Það er nú alveg á hreinu en spurning hversu mikil. Já, ég var með að lesa frétt í gær að
það væru komnir yfir 700.000 ferðamenn það sem af þessu ári og það strax meirinn helmings aukning frá 2012 sko. Já, þetta eru rosalega mikla breytingar á fáum árum. Já. En landið svo sem stendur alveg undir því og við viljum náttúrulega fá fleiri ferðamenn sem að skilja eftir smá peningi í héraði. Sko. Jó, að sjálfsögðu, já. Og nú náttúrulega hlýtur að ríkja mikil spenna hjá ferðamönnum sem eru staddir á Íslandi núna út af eldgosinu. Einmitt. Og það hefur áhrif að fólk ekki, sko, leið að nefnt eldgos, það man það eftir Eyjafjallajökli. Já. En fólk alveg svolítið stressað að vera hér, sko, þó að þetta sé alveg svæði sem í góðu lagi akkurat núna. Já, nákvæmlega. En það tengir svona við gamla drauga, sko. Jú. Það gerir það nefnilega. Og ég var nú í Danmörku fyrir nokkrum dögum og þar var, alveg sama við hvern maður talaði að þegar fólk heyrði að maður var frá Íslandi að þá var það bara eldgos og jarðskjálftar sem var talað um. Og fólk mjög stressað yfir sko flugsamgöngum sérstaklega, það bara rosalega mikið mál. Já. Bara skildi að festast á Íslandi eða hvað gerist fyrir mig. Já. Þetta ákveðið spenna og sumir hafa einfallega mjög gaman að þessu. Já. En annars bara fínt að frétta frá ykkur í Rangárþingi eystra. Fínt að frétta hjá okkur og ég ætla bara að minna á að síðasti heimaleikur KFR í þriðju deildinni núna á laugardaginn á SS-vellinum og þeir eru búin að tryggja sæti sitt í deildinni. Já. Það verður bara ég hvet alla til að mæta á svæðið og hvetja á síðasta leik. Að sjálfsögðu, frábær árangur hjá liðinu. Já, þeir eru reyndir að keppa við Hamar en ég minna allt í lagi. Já. Snillingar bara. Já. Ekkert annað. Eitthvað framöndan næstu dag eða vikuna? Við bara klárum heilsu vikuna með stæl og svo fyrir við svona að huga að bara skólamálum og við erum með sýningu í Galleri Ormi í Sögusetrinu sem má alltaf kíkja á og þannig að það er alltaf eitthvað í gangi. Sko. Alltaf eitthvað í gangi. Hvolsvöllur.is, Árný Lára. Takk fyrir spjallið. Takk sömuleiðis. Takk, bless. Já, bless.